set ég fund bæjarstjórnar unga fólksins settan. Þetta fyrsta skiptið sem að ungmennaráð heldur fund með, sem við höldum fundin hérna. Dagskráin í 7 liðum og þetta eru 7 málefni sem ungmennaráð hefur tekið saman sem við teljum vera okkar áherslumál. En já, þessu verður háttað þannig að fulltrúar ungmennaráðs byrja á því að fara með sitt mál og svo bregðast fulltrúar bæjarstjórnar við. Þannig að við skulum bara byrja. Fyrst tekur til máls Brynjólfur Skúlason fyrir hönd ungmennaráðsins, en hann að tala samgöngur og strætó. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Akureyri heilsueflandi samfélag. Það skrifuðu Akureyrarbær og embætti landlæknis undir þann 25. ágúst 2015. Með undirritun samningsins bættist Akureyri í hóp þeirra sveitarfélaga sem skuldbinda sig til þess að efla lýðheilsu og lífsgæði íbúa sinna á markvissan hátt. Einnig stendur í umhverfis- og samgöngustefnu bæjarins að auka skuli hlutdeild gangandi og hjólandi vegfarenda og okkur finnst ungmennaráðinu mikilvægt að því sé framfylgt allan ársins hring. Við viljum því ekki biðja bæinn að breyta stefnu með markmiðum í snjómokstri heldur einungis að ítreka að þeim sé framfylgt og geri það með gangandi vegfarendum auðvelt að komast á milli staða. Næst viljum við minnast á strætisvagnaleiðakerfið. Strætókerfi Akureyri stórfínt eins og frábært að sé frítt í strætó svo að sem flesti geti nýtt sér þá þjónustu. En með því koma ýmsar takmarkanir sem hefur oft verið reynt að tækla með nýju leiðakerfi. Við í ungmennaráðinu erum þó með 3 athugasemdir. Okkur þykir afar óþægilegt að aðeins sé einn strætó sem gengur eftir klukkan 6 og saman helgar þá aðeins einn strætó sem gengur. Svo ef þú þarft að komast úr miðbæ inn í innbæ þarf að dúsa í strætói meira en hálftíma. Og talandi innbæinn engin leið fyrir krakka úr innbænum að komast í skólan með strætó sem alls ekki gott, þá neyðist maður til að keyra eða ganga sem oft bara tímafrekar en taka strætó. Þannig að lokum viljum við benda á að það á það til að koma upp á að biðstöðvar ekki virtar. Til dæmis kemur fyrir að ekið fram hjá biðstöðum án nokkru útskýringa eða þá að ekið á undan tímaáætlun. Við vonum að hægt sé að koma þessum ábendingum til skila. Við höldum að með bættum samgöngum megi stuðla að bættum lífskjörum bæjarbúa og halda í átt að umhverfisvænni bæ. Takk fyrir. Næst tekur til máls Sólubjörg Stefánsdóttir fyrir hönd bæjarstjórnar. Forsetar, ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka bara fyrir þessar ábendingar. Ég get nú kannski sagt frá því að varðandi snjómokstur fyrir gangandi vegfarendur þá hafa verið gerðar heilmiklar bætur á því kerfi og það nýjasta sem ótrúlega gleðilegt að kannski bara, ég veit ekkert hvort ég má segja þetta, ég ætla bara að segja það hérna, það ekki búið að gera þetta opinbert, en það sem sagt að það sé komið fyrir svona trackerum, nú man ég ekki alveg hvernig það, betra orðið það, í moksturstækin, og því verður síðan hlaðið upp á vefinn, þannig að þegar maður að fara út og þetta á bara við gangstígana, að þá getur maður farið inn á netið á síðu Akureyrarbæjar og séð hvar búið að moka. Þetta held ég eftir að verða mjög góð bæting. Varðandi strætó, þá bara þetta mjög góðar ábendingar og sem að bara virkilega þarf að skoða og sumt aðeins þarf að taka bara pólitíska ákvörðun hvort á að setja fé í að bæta leiðakerfið. Og það verður bara tekið til umræðu, þá væntanlega við fjárhagsáætlunargerð, en varðandi það ef að strætisvagnar að fara fram hjá stöðum, þá það nú eitthvað sem mætti bara skoða og ég skal bara fylgja því eftir. Þannig að ég bara þakka fyrir þetta og vona ég hafi náð að svara því sem spurt var Takk. Þá við Sóli lokið máli sínu. Orðið laust núna fyrir fulltrúa ungmennaráðs. Það eitthvað sem vilja bæta við? Nei, þá höldum við áfram yfir í næsta lið, en
þar tekur Embla Blöndal til máls og hún að tala áheyrnarfulltrúa í ráð og þetta þá fyrir hönd ungmennaráðs. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og ágæta samkoma. Nýir tímar kalla á breytingar. Raddir ungs fólks hafa verið áberandi í umræðinu undanfarin misseri. Ástæða þessa má miklu leyti rekja til 16 ára sænskra stúlku sem fékk nóg af aðgerðaleysi ráðamanna í sínu heimalandi vegna áhrifa loftslagsbreytinga. Rödd einnar 16 ára stúlku hefur ómað heimsbyggðina alla og hrifið með sér ungt fólk allan heim, sem orðið þreytt á því að á það sé ekki hlustað. Þetta eitt og sér sýnir okkur að raddir unga fólksins sem kemur til með að taka við því samfélagi sem við búum í dag, geta skipt og eiga að skipta máli. Þessar breytingar þurfa að snúast það að virkja ungmenni í samfélaginu og kalla eftir skoðunum þeirra og áliti á hinum ýmsu málum. Við sem hér sitjum erum talsmenn ungmenna á Akureyri og þess vegna svo gríðarlega mikilvægt að gefa okkur tækifæri til að eiga þátt í þessum breytingum. Ættu við ekki að fá að sitja í þeim ráðum sem snert okkur á snúa okkar framtíð í bænum? 2 af okkur sitja í ráðum bæjarins. Hulda situr í frístundaráði og Jörundur Guðni í fræðsluráði Akureyrarbæjar. En það ekki nóg. Hvað með velferðarráð? Eða umhverfis- og mannvirkjaráð? Og hvað þá barnaverndarnefnd Eyjafjarðar? Barnaverndarnefnd, börn. Lögum samkvæmt við börn til 18 ára aldurs, þó svo að ungmenni sé kannski réttari skilgreining. Við höfum ýmislegt fram að færa og höfum ýmsar skoðanir á ýmsum málum sem varða samfélagið okkar allt og ekki síst málefni ungmenna. Verandi börn eðlilegt að raddir okkar fá að heyrast, enda okkar hlutverk að gæta að og standa vörð hagsmuni barna hér í bænum. Á tyllidögum hefur það þótt við hæfi að hefja loft hagsmuni barna og innantómi frasar í kosningabæklingum líta kannski ágætlega út korter í kosningar. En það nægir ekki. Orðum þurfa að fylgja athafnir og að mínu mati kominn tími til að okkar raddir fái meira vægi en hingað til við ákvarðanatöku í ýmsum málaflokkum á forræði Akureyrarbæjar. Ungmennaráð Akureyrar krefst þess að fá áheyrnarfulltrúa í helstu ráð og nefndir, með það að markmiði að sjónarmið barna og ungmenna fá að heyrast og hafi vægi þegar taka á ákvarðanir sem snúa að framtíð okkar. Greta Thunberg hefur svo sannarlega sýnt okkur að full ástæða til þess að hlusta á raddir unga fólksins. Skoðanir unga fólksins geta nefnilega og eiga að hafa áhrif. Framtíðin nefnilega okkar. Þá hefur Embla lokið máli sínu en næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson fyrir hönd bæjarstjórnar. Forseti, ágætu fulltrúar ungmennaráðs. Ég vil byrja að þakka Emblu, ég náði ekki nafninu Emblu fyrir hennar málflutning. Það var þannig að samþykkt ungmennaráðs var samþykkt í bæjarstjórn 7. mars 2018, eftir rétt rúma ári síðan og eitt af því sem var þar kveðið á var að halda þennan ágæta fund sem við erum að halda hér í dag og mjög mikið fagnaðarefni. Þar var líka í samþykktinni, hvort það var í samþykktinni eða var rætt á þeim tíma, við myndum endurskoða setu ungmenna í ráðum sem áheyrnarfulltrúar. Við byrjum öllum að taka skrefin og tókum skref í frístundaráði og fræðsluráði og það skemmst frá því að segja að það hefur tekist afskaplega vel. Og það fullu vilji okkar í bæjarstjórn til að taka frekari skref í þessa átt. Embla nefndi hér ráð bæjarins sem eins og umhverfisráð og velferðarráð kom inn á barnavernd en hins vegar það nú lögskipun nefnd sem ekki, ég held að sé ekki að skipa í hana börn og ungmenni, en hins vegar sjálfsagt að skoða þetta og það fullu vilji hjá okkur í bæjarstjórn að bregðast við þessu og verða við kröfu ykkar að fjölga áheyrnarfulltrúum ungmenna í ráðum og nefndum bæjarins. Takk. Þá hefur Guðmundur lokið máli sínu, orðið laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs, eða ekki sem vilja bæta þið? Nei, þá höldum við áfram yfir í næsta lið. En það næst tekur til máls Gunnborg Petra Jóhannsdóttir fyrir hönd ungmennaráðs og hún ætlar að tala heilsueflandi samfélag. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir.
Akureyrarbær er heilsueflandi samfélag. Hér er hægt að stunda mjög margar íþróttir og í flestum tilvikum er aðstæðan mjög góð. Ef þú ætlar að vera afreksíþróttamaður íþróttamaður. En til þess að Akureyrarbær gæti talið sem heilsueflandi samfélag að mínu mati, þá verður sveitarfélagið að bjóða upp á fjölbreyttari möguleika til að stunda almenningsíþróttir. Akureyrarbær býður upp á fjölmarga möguleikar til útivistar og hreyfingar, en auðvelt væri að gera enn betur. Fjölga mætti göngu- og hjólastígum. Stígurinn sem lagður var með Drottningarbrautinni inn á flugvelli er dæmi vel heppnaða framkvæmd sem hefur verið heilsueflandi fyrir bæjarbúa og gesti. Í hvert skipti sem maður fer framhjá sér maður stíginn iða lífi, fólk að ganga, sumir með hundana sína, aðrir að skokka eða hjóla. Þetta viljum við sjá meira af í bænum okkar. Við göngu- og hjólastígana væri hægt að setja upp lítið æfingasvæði með einföldum æfingatækjum. Einnig væri tilvalið að setja upp æfingatæki á grænu svæðin, til dæmis Eiðsvöll, Hamarkotstún, Sundlaugargarðinn og í Kjarnaskógi. Til að efla enn fleiri almenningsíþróttir gæti Akureyrarbær boðið upp á opna tíma fyrir almenning í íþróttahúsum bæjarins, eins og nágrannar okkar á Dalvík hafa gert og hefur gengið vel. Það var frábært að sjá að bærinn bauð börnum frítt í Sund og í Hlíðarfjall í vetrarfríinu, en okkur finnst að gjald fyrir framhaldsskólakrakka ætti að vera lægra bæði í Sund og í Hlíðarfjalli. Einnig væri tilvalið að hafa lægra verð fyrir fjölskyldu í Sund. Það hvetur foreldra til að fara oftar í Sund með börnunum sínum. Eins og við vitum skiptir samvera foreldra og börnum öllu máli. Það eina sem við í ungmennaráðinu getum gert er að koma óskum okkar, annarra barna og ungmenna á framfærir. Eitt er víst, við getum ekki stjórnað því hvað er gert við okkar óskir, við getum aðeins hvatt ykkur til þess að taka þær til greina og bæta ástandið. Takk fyrir mig. Þá hefur Gunnborg lokið máli sínu, en næst tekur til máls Ingibjörg Ísaksen, bæjarfulltrúi. Forsetar, fulltrúar ungmennaráðs. Mig langar til að byrja á því að óska ykkur inn til hamingju með þennan fund. Ánægilegt að fá að vera hérna með ykkur. Gunnborg, þetta var bara afar fín frásögn og bara takk fyrir þetta kærlega. Við búum vel hér á Akureyri varðandi aðstöðu fyrir íþróttir og útivist. Við höfum verið að byggja þetta upp jafnt og þétt. Varðandi hjóla og göngustíga þá höfum við verið að vinna skipulag núna. Varðandi það, hvernig við ætlum að bæta það hjá okkur í bænum og vonandi lítið það dagsins ljós fljótlega. Varðandi Drottningarbrautastíginn þá er það eitt verkefni sem við erum bara afar stolt af og höfum verið að byggja upp jafnt og þétt undanfarin ár. Sama gildir með Kjarnaskó sem er frábært útivistarsvæði og er meðal annars sett fyrir gönguskíði, brautir á veturna og sem er mikið bara framfara skref. Varðandi æfingasvæðin og tæki á grænsvæði og göngustíga bæjarins þá er það bara frábær hugmynd og eins með opnatíma í íþróttahúsum. Eins og staðan er í dag þá erum við með opið í Boganum fyrir eldri borgara sem geta farið og gengið og það nýtur mikilla vinsælda. En ég bara þakka kærlega fyrir hvatninguna og hugmyndunar og við munum taka þetta til skoðunar. Takk. Þá hefur Ingibjörg lokið máli sínu. Orðið er laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs sem viljið bæta einhverju við? Nei, þá höldum við áfram. En í næsta lið tekur til máls Jörundur Guðni Sigurbjörnsson, en hann er að tala aðgerðaráætlun vegna innleiðingar barnasáttmálans. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fjalla aðeins aðgerðaráætlun vegna innleiðingar Akureyrarbæjar á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég vil byrja á því að ítreka sátt okkar í ungmennaráðinu með innleiðingu þessa verkefnis. Það sýnir mikla framsýni og er ungmennaráðinu ætlað að skipa stærri sess innan stjórnsýslu bæjarins og gefur augaleið að það kemur til með að styrkja lýðræði bæjarbúa.
vil ég nú nefna nokkur þeirra verkefna sem aðgerðaráætlunin segir til að ungmennaráð muni hafa umsjón með. Ungmennaþing verði haldið ár hvert og tekur ungmennaráð virkan þátt í skipulagningu og vali á þema/umræðuefni. Ungmennaráð kynni á hverju ári starfsemi ráðsins fyrir börnum og ungmennum bæjarins. Ungmennaráð fundi með börnum og ungmennum sem sitja í skóla- og nemendaráðum og ungmennaráð fái fræðslu barnvæn sveitarfélög og barnasáttmálann og sinnir jafningjafræðslu til barna í grunnskólum bæjarins. Allt eru þetta verkefni sem við tökum fagnandi hendi, en ég tel þó að breyta þurfi fyrirkomulagi ráðsins áður en það færir út kvíarnar. Ég álít svo að okkur ætti að vera greidd þóknun fyrir fundarsetu í kjölfar aukinnar vinnu sem mun fylgja þessum sem og fleiri verkefnum sem koma munu inn á borð til okkar. Einnig vil ég benda á að fordæmi fyrir því að ungmennaráð annarra sveitarfélaga fái greitt fyrir störf sín og ef Akureyri vill vera leiðandi afl þegar kemur að því að hlusta á raddir barna og ungmenna til ég þetta nauðsynlegt skref í þeirri vegferð. Núverandi fyrirkomulag gerur okkur erfitt fyrir finna á fundartíma vegna þess að allir eru uppteknir löngum stundum og ekki tilbúnir til þess að taka störf ungmennaráðsins fram yfir vinnu eða skóla enda í raun áhugamál að ræða frekar en starf innan stjórnsýslunnar. Þá hvatinn einnig lítill fyrir önnur ráð að leggja fyrir okkur þau verkefni sem varða börn sérstaklega ef meðlimir ungmennaráðs fengju greidda fundarsetu sem og fræðslu þá verkferla sem að tíðkast innan stjórnsýslunnar þá gæti ráðið orðið mjög afkastamikið. Með greiðslu eykst vægi ráðsins sem og ábyrgð þeirra sem í því sitja. Þá væri hægt að setja fasta fundatíma og meðlimir ráðsins gætu skipulagt sinn tíma með tilliti til þeirra funda í stað þess að fundartímar séu ákveðnir þegar allir hefðu annars lausan tíma. Sjálfur myndi ég leggja til að við ættum að skipa einn formann sem heldur utan verk og störf ráðsins og þætti mér eðlilegt að hann fengi hærri greiðslur sökum aukinnar ábyrgðar. Segjum sem svo að haldnir væru 16 fundir á ári, þar sem að meðlimir fengju greidda fundarsetu. Þá getur ráðið sett á fundi eftir því hvaða verkefni það hefur fyrir höndum að hverju sinni. Í skýrslu bæjarins vegna innleiðingar barnasáttmálans í kafla barnvæn sveitarfélög í barnvænum heimi stendur: Barnvænt sveitarfélag fyrst og fremst góð stjórnsýsla sem skuldbindur sig til þess að uppfylla barnasáttmálann eins og hann var lögfestur árið 2013. Samkvæmt sáttmálanum í raun öllum sveitarfélögum gert að tryggja að stjórnhættir þeirra feli í sér að börn séu í forgangi og það séu þáttakendur í öllum ákvarðanatökunum sem snerta þau. Ef þið ágæta bæjarstjórn takið þetta skref að greiða okkur fundarsetu eru þið að tryggja okkur raunverulegt tækifæri til þess að raddir okkar gleymist ekki. Innleiðing barnasáttmálans leiðandi verkefni á landsvísu og tel ég að störf ungmennaráðsins sem og aðhald þess ætti einnig að vera það. Takk fyrir. Þá hefur Jörundur lokið máli sínu, en næst tekur til máls Gunnar Gíslason fyrir hönd bæjarstjórnar. Forseti og ágætu ungmennaráðs fulltrúar, það mikil ánægja að vera hérna með ykkur í dag og hlusta á ykkur. Þakka þér fyrir þetta, Jörundur. Þú ert að koma kannski inn á atriði sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur og skiptir mjög miklu máli og það það hvernig þið axlið þá ábyrgð sem fylgir því að sitja í ungmennaráði. Og það náttúrulega alveg augljóst mál að miða við það hvernig þetta sett fram í aðgerðaráætlun innleiðingu barnasáttmálans að þá þarf ungmennaráð að vera vel virt og það alveg rétt, það getur komið til þess að það sem sagt sé gáfulegt að greiða ykkur fyrir fundarsetu þarna á störf og gera þá formennskuna að svona alvöru embætti. Og það svo náttúrulega hitt að þið þurfum svo að vera dugleg þá í kjölfarið að fylgja hlutum eftir. Og það tekur líka tíma. Þannig að ég bara tek undir þessa tillögu ykkar og við munum að sjálfsögðu skoða hana og vinna með hana áfram eins og allar aðra tillögur sem hafa komið hérna fram. En það skiptir öllu máli að þið séuð mjög vel virk. Takk.
Þá hefur Gunnar lokið máli sínu. Orðið er laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs eða viljið bæta einhverju við? Nei, þá höldum við yfir í næsta lið. Það er hún Þura Björgvinsdóttir sem talar skólamáltíðir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Það mér sönn ánægja að vera hér. Ég ætla að ræða mál sem snertir öll skólabörn Akureyrar. Skólamatinn. Líklega hafa öll börn á Akureyri einhverja skoðun á matnum í þeirra skóla. Sumir eru sáttir en aðrir ósáttir. Þegar ég ræði við vini mína matinn í skólanum virðast margir vera óánægðir. Maturinn er ekki nóg fjölbreyttur og spennandi. Þrátt fyrir að eigi að vera sambærilegur matur í öllum skólum virðist það ekki vera raunin. Það er mjög misjafnt til dæmis hvort boðið sé upp á ávaxtaáskrift fyrir alla árganga og salatbar er ekki í boði í öllum skólum. Í gátlista næringu fyrir heilsuefnandi samfélög segir: hollur og næringaríkur matur í samræmi við ráðleggingar embættislæknis mataræði gæti haft áhrif á heilsu, líðan og starfsorku íbúa. Heilsusamlegt mataræði er mikilvægt til að stuðla að góðri heilsu og tengist einnig menningu, sjálfbærri þróun, lífsgæðum og fleiru. Það að bjóða upp á hollan og næringaríka mat í leik, grunn, framhaldsskólum og frístundaheimilum er mjög góð fjárfesting til framtíðar. Hægt er að elda fjölbreyttari og betri mat í öllum grunnskólum með betra og minna unnum hráefnum. Það er líka góð hugmynd að hafa salatbar í öllum skólum. Það er í nokkrum skólum bæjarins og er bæði vinsælt hjá krökkum og kennurum og það er hollt. Við leggjum til að boðið sé upp á ávaxtaáskrift í öllum grunnskólum bæjarins. Samkvæmt lögum erum við börn til 18 ára aldurs. Aldurshópurinn 16 til 18 ára vill þó oft gleymast í umræðinni. Það er ljóst að góð næring er ekki síður mikilvæg fyrir þann aldurshóp en okkur yngri. Við leggjum til að bærinn niðurgreiði skólamat í framhaldsskólum. Takk fyrir mig. Þá hefur Þura lokið máli sínu en næstu til máls tekur Hlynur Jóhannsson fyrir hönd bæjarstjórnar. Forsetar, ágætu fulltrúar ungmennaráðs. Ég hef nú byrjað að hrósa ykkur fyrir hvað þið eru skelegg og frekar hnitmuð ykkar aðeim. Það er nokkuð sem að bæjarfulltrúar mættu taka sér til svona fyrirmyndar. Þið eru ekkert að flækja hlutina og þetta hefur verið gott kennsluefni fyrir okkur. Með skólamáltíðir þá er þetta nú bara eins og talað úr mínu hjarta. Ég er algjörlega sammála að stór hluti af því að geta verið í skóla er að fá góða næringu og ég hef gjarnan viljað heyra þannig að nema að það verið fram hjá mér, Bíbi var eitthvað að trufla með hann, að ég hef viljað heyra að þetta verið fríar skólamáltíðir hreinlega í grunnskólum og að gera niðurgreiða í menntaskólum því að þetta er mjög mikilvægt. Ég man þegar ég var sjálfur í menntaskóla og lifði á snúðum og gosi og það var nú ekkert gott verandi í sporti og í skóla en svona var þetta en ég held þetta að hann skánað mikið í dag en við ættum að taka undir þetta allt sem var sagt hérna áðan og stuðlaði því að það sé komið til mótsögur í þessu. Takk. Þá hefur Hlynur lokið máli sínu. Það er orðið laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs eða er eitthvað sem vilji bæta við? Já, þá tekur næstu máls Hulda. Já, ég ætla að sjá fórseti. Ég ætla bara að segja að ráðleggingar frá embætti landlæknis segja að kjötneysla ætti að vera 2 til 3 á viku og unnar kjötvörur algjörlega í lágmarki og frá minni reynslu í grunnskóla var það ekki svoleiðis og ég vil bara taka undir það sem Þura var að segja. Takk.
Þá hefur Hulda lokið máli sínu og heldur bara áfram yfir í næsta lið. En þar Hulda Margrét Sveinsdóttir og hún fjallar aðstöðu fyrir sjósund og sána. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Ég horfði á fréttirnar á sunnudagskvöldi. Kom það mjög skemmtileg frétt, en það var Finnland. Eflaust hafa einhverjir séð hana. En þar var sagt að Finnland væri hamingjusamasta þjóð í heimi, eða Finnar væru hamingjusömustu manneskjur í heimi, samkvæmt hamingjulista Sameinuðu þjóðanna. Og það var talað að Finnar stunduðu sjósund að miklum krafti. Ásamt því færu þeir mjög oft í sána og þeir segja að þetta losi mikla streitu og gefi þeim aukna orku. Og við í ungmennaráði teljum að Akureyringar þurfa á því að halda. Og því þætti okkur tilvalið að þeir ættu að gera nýtt kennileiti fyrir Akureyri, eins og hinn vinsæla samkomubrú, að þá yrði gert eitthvað sem að íbúar og ferðamenn gætu nýtt sér til fulls. Og þá myndum við vilja sjá sána og sjósund aðstöðu við pollinn og þá gætu við notið sjávarins og þetta myndi stuðla að heilsueflandi samfélagi og ásamt því væri þetta mjög góð afþreying og við í ungmennaráði höfum fengið fjölmargar ábendingar að afþreyingarleysi sé í hámarki hér. Nei, segi svona. En við höfum fengið ábendingar að það afþreyingarleysi hér, sérstaklega hjá ungu fólki. Þetta fyrirkomulag víðsvegar heiminn og mætti til dæmis nefna í Danmörku og iðulega þetta endurgjaldslaust en þá væri ákveðnir opnunartímar og þá yrði starfsmaður en það kannski seinni tíma vandamál. Já, við ætlumst ekki til að þetta fara að gerast á morgun en svona þegar á að fara að skoða eitthvað nýtt fyrir bæinn og fyrir ferðamenn þá teljum við þetta bara góðan kost. Takk fyrir mig. Þá hefur Hulda lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir fyrir hönd bæjarstjórnar. Forsetar og ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég verð líkt á aðrir bæjarfulltrúar að hrósa ykkur. Mér finnst þetta alveg frábært að vera hérna og til fyrirmyndar. Hvað eru vel undirbúin og ég tek undir með bæjarfulltrúar hliðinni, skelegg. Heyrðu, en Hulda Margrét, þú talar sjósund og gufu og ég var einna spenntust fyrir þessu máli hjá okkur því að þetta komið svo óvart að þetta væri forgangsatriði. En mér finnst það bara gríðarlega spennandi. Þetta talar alveg í sátt við ferðamálastefnu Akureyrarbæjar, þar sem að tala að nýta pollinn, mun betur heldur en gert Og eitt af því sem mér fannst mjög spennandi við uppbyggingu á Nökkvasvæðinu, að þar var einmitt fyrirhugað að væri aðstaða fyrir sjósund. Reyndar var held ég ekki gert ráð fyrir gufubaði, en mér finnst það reyndar bara mjög góð hugmynd sem að væri þá örugglega auðvelt að tengja inn í þá uppbyggingu. Næst þá bara spurningin hvar í forgangsröðina þetta færi. Þið reyndar heyrist mér á þér Hulda Margrét að þið getið sýnt biðlund og þolinmæði, en ég alveg viss að það komi þarna uppbygging og ég alveg viss og sannfærð það að þetta yrði mikið notað og muni eflaust stuðla að meiri hamingju og lífsgleði hérna á Akureyri. En ég vil kannski einnig líka taka fram að það hefur líka verið inn í myndinni að byggja aðstöðu hérna hinum yfir fjörðinn og það verkefni sem kallað Svörtuloft sem Norðurorka að vinna með
sem að myndi hugsanlega líka tengjast sjósundi. En mér finnst þetta bara frábært verkefni og hlakka til áframhaldandi umræð þetta verkefni innan kerfisins. Þá hefur Eva lokið máli sínu. Orðið laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs eða eitthvað sem viljið bæta við. Nei, þá höldum við áfram yfir í næsta lið, en næst tekur til máls Hulda Margrét Sveinsdóttir fyrir hönd ungmennaráðs og hún talar umhverfismál, Akureyri í fararbroddi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Akureyrarbær er mjög framarlega meðal sveitarfélaga hvað varðar umhverfismál. Við höfum góða og metnaðarfulla umhverfisstefnu, en samt sem áður eru það bara punktar á blaði. Við í ungmennaráðinu viljum ganga í skugga allt sem að verið sé að fylgja stefnunni til fulls. Eins og flesti vita, þá stefnir Akureyrarbær að kolefnishlutlausu samfélagi árið 2020. Í dag er árið 2019. Einkabíllinn er afar algengur ferðamáti hér í þessum litla bæ. Til þess að ná þessu markmiði þá leggjum við ungmennaráði til að sett verði upp hjólaleiga viðsvegar bæinn. Bæði sem að ferðamenn og íbúar geta nýtt sér. Fyrirkomulagið á þessu væri eins og í Danmörku, eins og með sánan. Þið hafi eflaust komið til Kaupmannahafnar og séð hjólaleigur víðsvegar bæinn, þar sem hægt er að leigja hjól, fara með það einhvert annað og skila því á öðrum stað. Þetta teljum við vera góða lausn. Kannski ekki lausn á allri einkabílsnotkun, en að einhverju leyti. Þetta myndi vera gegn gjaldi og þetta myndi stuðla að heilsueflandi samfélagi sem Akureyrarbær er að vinna í. Ásamt því væri þetta umhverfisvænt. Ef við ætlum að ná að verða kolefnishlutlaust samfélag, verðum við að gera róttækar breytingar. Það þarf að vera aukin fræðsla umhverfismál í skólum, fyrirtækjum og fyrir íbúa. Og þá ekki einungis á netinu, heldur þarf fólkið að fá upplýsingarnar beint í æð. Einnig óskum við eftir því að gerðar verði skýrar reglur fyrir fyrirtæki hvað varðar flokkun og innkaup. Fyrirtæki nota gríðarlega mikið plast og það þyrfti að koma upp stefnu hvað varðar innkaup á vörum. Sem dæmi getum við tekið matarbakkana sem að Akureyrarbær útvegar starfsmönnum, en þá er að ræða matarbakka úr plasti, hörðuplasti sem er reyndar fjölnota, en í þessum litlu hólfum eru 4 til 5 litlir plastbakkar í hverjum og einum bakka. Og þá erum við að tala hrikalega mikið plast sem þetta spillis leið. Þetta var eitthvað sem að Akureyrarbær gæti alveg sett reglur og það má. Og ef við ætlum, þið vitið að jörðin er á þolmörkum og við getum ekki haldið áfram þeim venjum sem við erum að gera í daglegu lífi, það þarf að gera breytingar. Við þurfum að breyta lífsháttum okkar og það þarf eitthvað að gerast. Og það er kannski erfitt fyrir íbúa að breyta öllu, bara að hætta öllu plasti, því að allt sem við kaupum það er plast. Það þarf þá að breyta því, því að stóru fyrirtækin þau hafa mjög mikil áhrif. Já, allavega, ég ætla bara að henda einni spurningu hérna á bæjarstjórnina og spyrja hvernig gengur að gera Akureyrarbæ að plastpokalausu samfélagi ásamt kolefnishlutlausu samfélagi. Takk fyrir mig.
Þá hefur Hulda lokið máli sínu en næst tekur til máls fyrir hönd bæjarstjórnar Þórhallur Jónsson. Ágætu forseti, ágætu bæjarstjórn, ágætu fulltrúar ungmennaráðs. Ég vil þakka fyrir þennan fund til að byrja með. Ég sé að framtíðin björt. Ef þetta fólkið sem stefnir í pólitíkinni í framtíðinni, þá höfum við ekki áhyggjur af þessu. Þið reddið þessu. Þannig að til þess að svara spurningunum, þetta voru litlar og léttar spurningar sem ég fekk. Varðandi hjólalegu sem er svona, þú veist, það sem getur skilað og tekið hjól og hjóla á milli staða og svona, að þá Akureyri tiltölulega lítill bær en það er gott að hafa hjól og allt það. En mín spurning á móti, af því ég kem nú svona úr einkaframtakinu, hvort að þetta sé akkurat sem málefni sem Akureyrarbær á að fara í eða hvort að þetta eitthvað sem einkaaðili ætti að ráðast í. Það svona spurning og við getum alveg hent þessari hugmynd út í kosmósið og vita hvort það sér einhver ungur efnilegur viðskiptajöfur tækifæri í því að ráðast í þetta næsta sumar til dæmis. Mér líst vel á þessa hugmynd og eitt af því sem að náttúrulega á stefnu Akureyrarbæjar að það að auka þessar samgöngur með bættum stígum og þessu sem við erum að rembast við að gera og þetta skiptir allt máli, þetta kemur inn á skipula. Ég tók eftir því áðan þegar þau engan áhuga að koma inn í skipulagsáð. Það var enginn þar, skilur við, en þar erum við raunverulega ákveða framtíðina. Þannig að bara takið þetta til greina. Þú varst að spyrja líka fræðsluna í sambandi við fræðsluna, þá erum við að vinna í því núna. Við höfum og stöndum okkur ofsalega vel hérna á Akureyri og við höfum það alveg bara samkvæmt skoðanakönnunum og allt saman, að við erum duglegasta flokka á landinu og við erum að standa okkur rosalega vel í mörgum. Við getum alltaf gert betur og ég hef deilt mikið á það að við séum ekki að standa okkur nú vel í að kynna þetta fyrir okkar gestum. En nú uppi áætlun það að gangi það mál, þannig að þetta stendur allt til bóta. Þannig að þeir gestir sem að koma í bæinn, hvort sem fólk sem í orlofsíbúðum eða hótelgestir eða aðrir, að þeir fái núna nánari upplýsingar það hvernig við erum að flokka. Ég sjálfur rek verslun hérna í bænum og ég fundi mikið fyrir því að fólki vill ekki plastpokana mína. Þannig ég held að við stöndum okkur rosalega vel í þessu og það akkurat fólkið, það fólkið sem að versla við mig sem að vill þetta ekki. Ég alltaf að reyna að koma út pokum en það bara segir nei, ég með bílinn bara hérna, ég hleyp bara með þetta. Þetta ekkert mál. Þannig að ég held að þessi vakning að hún sé af henni góða. Við erum að vinna í þessu saman og með ykkur og þið eru búin að vekja eldra fólki til umhugsunar sem mjög jákvætt, skilurðu, af því að þú veist hérna áður fyrir þá vorum við ekki svo mikið að spá í plasti. Í dag erum við mikið að spá í þetta og það líður alltaf svo dagur að þessi umhverfismál ekki rædd í bæjarmálunum. Þannig að við erum líka að standa okkur vel að vissu leyti þó við getum gert betur í að planta trjám umhverfis bæinn. Kjarnaskógur nýtast okkur mjög vel og flottur og allt það og við erum með hérna kragan sem við erum að reyna að rækta hérna hringinn í kringum bæinn en við vildum náttúrulega kannski fá meiri pening í það og geta gert þetta hraðar og þá bara spurning hvernig við getum gert það. En já, í sambandi við hvernig gengur. Ég kannski ekki alveg maðurinn til að svara hvernig gengur en ég tel okkur vera á mjög svo réttri leið. Við erum með góða stefnu, við erum með fína framkvæmdaáætlun, þannig að saman held ég að við bara leysum þetta. Takk fyrir. Þá hefur Þórhallur lokið máli sínu. Það var orðið laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs eða eitthvað sem þið viljið bæta við? Nei. Þá áður við höldum áfram í næsta lið, þá vil ég leiðrétta ég fór aðeins vitlaust með mál, það eru 8 liðir í kvöld og við erum þá að fara yfir í 8. liði núna. En þar tekur til máls Hulda Margrét Sveinsdóttir og hún ræðir tíðarvörur í grunnskólum. Sæl aftur, ágætu forsetar, bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs. Við í ungmennaráði krefjumst þess að tíðarvörur séu aðgengilegar á klósettum í grunnskólum. Þá væri það endurgjaldslaust og væri þetta inn í fjárhagsáætlun bæjarins. Einnig ósk okkar að við gerð næstu fjárhagsáætlun
fyrir grunnskóla verði tekið inn fjármagn til kaups á álfabikurum fyrir stúlkur í 10. bekk og verði þetta gert árlega. Þetta bæði mun umhverfisvænna en einnota vörur, ásamt því þetta heilsusamlegra ef á að bera saman túrtappa og álfabikar, þá mjög mikið af aukaefnum sem bara mjög skaðlegt fyrir líkamann og ég tel að Akureyrarbær eigi að taka þetta til greina. Takk fyrir mig, ég kem ekki aftur. Það verður Hulda lokið máli sínu, en næst tekur til máls hún Hilda Jana Gísladóttir fyrir hönd bæjarstjórnar. Forsetar, ágætu fulltrúar ungmennaráðs, þið bræðið mig hérna í dag. Ég ætla bara að fá að byrja að segja það að það eitthvað sem gerist bara inn í okkur. Ég held að við finnum öll fyrir því sem að sitjum hérna úti í sal, að finna kraftinn og orkuna frá ykkur og hugmyndaaukið og kröfurnar. Ég líka ánægð með það. Þeir eru ekkert bara eitthvað að koma og segja hvað að frétta. Þeir eru að koma með alvöru málin. Og mér finnst það þannig að ég fæ gæsahúð á kálfana. Það bara þannig. Vegna þess að það sem skiptir svo miklu máli hjá okkur öllum í þessu samfélagi að taka valdið til okkar. Alveg eins og við horfum á Gretu Thunberg. Það skiptir ekki máli hvað við erum gömul, í hvað stétt við erum, á hvaða kyni eða hver við erum. En þegar við búum í lýðræðisþjóðfélagi þá á að vera hægt að stíga fram og segja hvað maður vill til þess að vera tekið til umfjöllunar. Og það verður gert hérna í dag. Og ég held að þetta sé komin til að vera bæjarstjórnarfundur unga fólksins og ég hlakka til að halda áfram í þeirri vinnu. Mér langar að tala allt hérna í dag en að því að við höfum ætlum að fókusera og fara hreint til verks. Þá finnst mér þetta frábær hugmynd og ég held að hún sé ósköp einfaldlega eitthvað sem við eigum að taka til umræðu hjá okkur og taka tillit til við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Ég held að þetta sé einfalt skref sem geti auðvelda bæði vandamál fyrir gleymið fólk sem ég þekki ákaflega vel og síðan líka vandræðaganginn við kaup á tíðarvörum þegar maður að byrja á blæðingum, þá það einfaldlega stundu dálítið vandræðalegt. Ég man eftir ég þorði ekki að biðja pappa minn að fara í búðina og kaupa döfumbundi fyrir en ég var orðin allt of gömul. En þetta hefði sparað mikið að geta aðeins allavega treysta á það að það væri backup en ekki bara, þið vitið, rúlla upp klósupapír og vonaði reddist. Þannig að mér líst rosalega vel á þetta. Takk fyrir allt hérna í dag og ég skal fylgja því eftir að við gerum næstu fjárhagsáætlunar að þá reiknum við saman hvað þetta myndi kosta og ræðum það hvort ekki sé hægt að framkvæma þetta. Takk fyrir. Þá hefur Hilda lokið máli sínu. Nú orðið laust fyrir fulltrúa ungmennaráðs eða vilja bæta einhverju við. Nei? Ég sá það ekki annað, fyrir ekki eða Brynjólfur. Þá tekur til máls Brynjólfur. Já, mér langaði bara að benda á að í skólum eins og MA og ME, ég veit ekki hvernig þetta í Vafma, þá var þetta skrif að tekið af undirfélögum skólafélags sem ekki af skólastjórnendur sjálfum, FEMMA í MA og Feministafélagi Menntaskólans á Egilsstöðum. Og það væri virkilega flott að sjá, í rauninni að því það engin sambærileg félög í grunnskólum, nema náttúrulega nemendaráðin, sem að ég veit ekki hvort að þau séu að pæla í sig yfir höfuð, en ég er náttúrulega ekki grunnskóla sjálfur lengur. En það væri virkilega flott að sjá Akureyrarbæ taka skref í þessa átt, í rauninni bara til að hjálpa það með þannig. Það allt sem ég vildi sagt hafa. Takk. Þá hefur Brynjólfur lokið máli sínu. Þetta var síðasta mál á dagskrá, þannig að ég vil bara gefa forseta bæjarstjórnar orðið. Forseti og ágætu fulltrúar ungmennaráðs, ég vil þakka kærlega fyrir þennan flotta fund og áhugaverða og ég tek undir með öðrum bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna til að svara að þeir eru einstaklega skelegg og vel undirbúin og eins og við vitum sem stóðum á undirbúningnum þá var hann mjög skammur. Við tókum viku í að undirbúa fundinn, má segja. Þannig ég ætla bara að við hefum nú verið svona hálfpartinn að klappa, þá ætla ég bara að segja, ef við ekki bara klappa svolítið duglega fyrir þeim núna. Ég tek líka undir með öðrum bæjarfulltrúum að þetta er komið til að vera held ég, þetta er alveg óbúslega skemmtilegur vettvangur fyrir okkur aðeins til þess að ræða saman og hlusta á, og fyrir okkur bæjarfulltrúum til að hlusta á ykkur.
Og ég legg til við forseta að vísa fundagerðinni inn til bæjarráðs, til frekar umfjöllunar og svo komum við hérna galvuskað ári og förum yfir hvar verkefnin eru stödd. Takk. Ég ætla kannski bara að bera undir ungmennaráð. Geti gert þetta bara atkvæðagreiðslu. Þá þeir sem eru samþykkir lyftu upp fingri og að vísa þessu til bæjarráðs sem sagt. Að við tökum það undir atkvæðagreiðslu. Þannig að fingur er sammála. Ég vil bara sjá. Þá er það samþykkt. Þá vil ég bara þakka öllu fyrir að mæta. Ég vil þakka forseta bæjarstjórnar, bæjarfulltrúum fyrir að mæta og segi þá fund slitinn.